Það hefð fyrir því við borgaralega fermingu að fá utanaðkomandi ræðumann til að ávarpa fermingabörnin og við hin njótum góðs af í leiðinni. Að þessu sinni var leitað til Yngva Hrannars Ómarssonar. Yngvi Hrannar uppalinn í Skagafirði en á ættir að rekja til Akureyrar og vestur á firði. Hann útskrifaðist frá McHenry High School í Illinois í Bandaríkjunum og síðar Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Þaðan lá leið hans til Árósa í nám og að því loknu í kennarafræði við Háskóla Íslands. Eftir nokkur ár í kennslu stundaði Yngvi Hrannar nám við Háskólan í Lundi í Svíþjóð og kláraði þar masternám í frumkvöðlafræðum. Að því loknu sneri hann sig betur fer aftur til Íslands og starfar nú sem kennsluráðgjafi í tækni, nýsköpun og skólaþróun. Honum voru veittar bæði æðstu viðurkenningar sem Google veitir kennurum, Google for Education Certificate Innovator, auk þess að Yngvi hlaut æðstu viðurkenningu Apple til kennara og menntafólks en sú viðurkenning heitir Apple Distinguished Educator og veitt á 2 ára fresti. En hvorug viðurkenningin hefur verið veitt áður til Íslands. Yngvi Hrannar bloggar meðal annars menntamál á yngvihrannar.com auk þess að halda úti menntavarpi, hlaðvarpi menntamál og tístar undir nafninu Yngvi Hrannar. Á dögunum var Yngvi Hrannar útnefndur af 100 sem eitt af 100 áhrifamestu kennurum í heimi. Við bjóðum Yngva Hrannar hjartanlega velkominn hingað í pontu. Komið sæl. Mér fannst eins og á þessari upptalningu að hann sagði Yngvi Hrannar 17 sinnum og þið hafið líklega búist við einhvernum 60 manni. En hérna ræða mín, ég ætla að reyna að sleppa að hafa hana eins og hægt Sjáum hvernig það gengur. En ég ætla að byrja að segja til hamingju með daginn. Bara heiður að fá að vera með ykkur í dag og fá þetta tækifæri að vera með ykkur. Ég segi tækifæri og ég ætla að fara yfir nokkra hluti með ykkur. Ég fekk 6 mínútur til 9 mínútur. Sjáum hvort það verði 6 + 9. En við skulum reyna að vera snögg. Ég ætla að tala við ykkur TN4. Tækifæri, tími, tækni og humar. Hvað var það? Sigurpúðar. Ég man ekki alveg hvað það var. Það annarkvort. Og ég ætla að tala við ykkur byrjaði að segja tækifæri. Ég ætla að þakka fyrir tækifæri að fá að vera með ykkur í dag. Það æðislegt og mikill heiður. Og ég fekk 2 kosti þegar ég fekk póst það hvort ég geti verið með ræðu í dag. Ég hafði 2 kosti. Annars vegar að segja já, sem þýddi mikil vinna, mikill lestur, mikla pælingar, hafa þetta á dagatalinu að ég mátti ekki gera neitt annað þennan dag, að koma til Akureyrar og gera þetta. Ég keypti mér bækur til þess að lesa, horfði á fyrirlestra, pældi í hlutum. Hvað á ég að segja við þessu börn? Hvað á ég að segja? Hvað ég vilja heyra þegar ég var á þessum aldri? Ég reynda man ekkert hvað á sagt á þessum degi, sko. Þannig að ég hugsaði hvað á ég að segja þeim. En þannig að ég fór að pæla. Það var svona hugmyndin að ég geti pælt og segja já, sem var erfiðari leiðin. Léttari leiðin hefði verið að segja nei og það var eftir 5 sekúndur þá var heilinn farin að segja mér segðu nei. Og af því að það var auðveldari leiðin. Heilinn sagði við mig, Yngvi, nei, eigum ekki bara fara upp í sófa, horfa á Netflix, kaupa nammi og gos og sleppa þessu. Af hverju að fara erfiðu leiðina? Af hverju að gera þetta? Af hverju að leggja þetta á sig? Fyrir hvern? Það hefði verið svo auðvelt að segja nei. En heilinn nefnilega segir manni það bara að hann verndar okkur. Hann segir bara strax leið og maður byrjar að pæla eitthvað og maður hikar, þá vaknar heilinn og segir, heyrðu, býtu, af hverju kom hik? Hvað er að gera? Það er einhver hætta. Hættu við, bakkað út, ekki farið það sem þú ætlaðir að gera.
Þú hikaðir ekki í morgun þegar þú fórst í ból eða buxur. Þú hikaðir ekki þá. Eða fórst út að labba með hundinn, hikaðir ekki þá. En núna allt í einu ertu að hika. Og þá vaknar heilinn og segir, ok, það er einhver hætta. Ok, farðu út úr aðstafanum. Ekki gera þetta, ekki taka þetta að þér, ekki gera það sem er erfitt, óþægilegt eða leiðilegt. Ok, og það er þess vegna byrja ég á því að telja niður. 5, 4, 3, 2, 1 og gera svo eitthvað. Og vanalega ger ég þetta í huganum, en ég ger þetta uppátt fyrir ykkur, af því að þetta fær heilan til þess að fara að pæla og fara úr því að hugsa að já, ég gera þetta, og í það að fara í aðgerðir og bara, ég ætla bara að gera þetta eftir 5, 4, 3, 2, 1, svo ætla ég að gera þetta. Það er svo auðvelt á morgnana að íta á snústakkan og ákveða að liggja aðeins lengur. Ef að vekjaraklukkan eða síminn hringir, búin að hringa í 3 sekúndur, 4, þá verður heilin að segja ég vil ekki að vera aðeins lengur hérna. Ég vil ekki að liggja aðeins lengur. Ég vil eitthvað að fara að standa upp. En ef maður segir við sjálfan sig, þegar hún byrjar 5, 4, 3, 2, 1, ég er farin. Ég ætla bara að telja niður eins og geimflug og leiði upp í loftið. Og þetta er regla sem að Mel Robbins setti og hún gaf út bók sem heitir The 5 Second Rule. Hún setti þessa reglu fyrir sig. En næsta sem var á listanum, næsta téð, það var humar. Og það sem ég ætla að tala við ykkur, þetta er eina skipti sem að ég tala humar í þessari ræðu. En það er svo margt líkt, ef við skoðum það, þegar við kannski séð humar, ekki hér í dag kannski, en einhvers stað svona bara úti eða borðaði eða eitthvað. En humrar eru þannig að þeir eru rauninni dýr í 2 hlutum. Þeir eru annars vegar linddýr, svona svipuð við, og svo eru þeir með skel af náttúrunnar hendi. Við byggjum okkar skel, herbergi eða hús eða hvað sem það er, og lokum okkur af einhvern veginn. Humrar fæðast með þetta. En það sem munurinn á skelinni og það sem er inn í skeli og skelinni sjálfi er að skelin stækkar ekki. Ok, þannig að humarinn, hann segir, hann stækkar inn í, hann stækkar og skelin fer að verða óþægileg. Og skelin fer að verða of lítil. Og hann þarf að stækka og hann ætlar að verða betri í því sem hann er að gera, það stærri, og þá þarf hann að fara ákveða, ég ætla að fara undir stein, ég ætla að fara inn, losa sig við skelina og vex ný. Þetta gera nokkur sinnum til þess að geta verið stærri og stærri. Auðvelda fyrir mig hefði verið að stækka ekki skelina og kom ekki einn í dag. Það er auðveldara að segja nei. Auðveldara. Ef að humrar hefðu lækna, þá myndum við fara til og segja, læknir, mér líður óþægilega, ég veit ekki alveg hvort ég á að gera þetta. Læknir segir, eða ef hann hefði einhvern ofverndandi í kringu sig. Nei, engar áhyggjur. Taktu þessar 2 töflur, ekki hafa neinar áhyggjur af þessu, farðu bara heim og slaka og slepptu þessu ætlaðir að gera. Ef að humrar hefðu lækna, þá myndir ekki gera neitt. Og það sem að því það er óþægilegt og það sem að málið með þetta er líka að sko á tímum sem er mikið stress og mikið álag og við tökumst á við eitthvað sem er nýtt og erfitt, að þá eru líka tímabót að gera eitthvað mikið, gera eitthvað merkilegt, gera eitthvað sem að reynir á okkur, eins og koma hérna upp og syngja, eða sýna myndband, eða spila hérna á píanó, eða gera eitthvað. Hvað sem það er, eða ef þið haldi veislu, að halda ræðu, bara stutta. Hún má vera léleg þegar maður er lélegur í hlutunum fyrst, þannig verður maður góður, maður verður lélegur nóg oft. Og maður heldur áfram að reyna. Og það er tækifærið að verða þá betri og reyna aftur og nýta erfileika og það sem maður svona, ef maður vill forðast eitthvað, að telja niður úr 5 og gera það. Það var rannsókn sem var gerð í Stanford kringu 1960-70, eitthvað svoleiðis. Og þar var vísindamaður sem heitir Walter Mischel og hann fékk fullt af 4 ára börnum til sín og hann og vísindamennir hans þeir fengu 1 og 1 inn í einu og þeir létu fyrir fram að þau sigurpúða. Og hann kom 1 barn inn, það fekk sigurpúða borðið og vísindamaðurinn sagði við það, jæja, gjör svo vel þú mátt borða hennar sigurpúða. Hún borða núna, gjör svo vel, en ég ætla að fara fram og ég ætla að fara fram og ég kem aftur og eftir. Ef sigurpúðin verður ennþá hérna þegar ég kem aftur, þá farið annan. Þetta eru 4 ára börn og gætu verið 14 eða 15 eða 13.
Og það sem var svo merkilegt að þessu var að það var fylgst með krökkunum hvað þau gerðu á meðan þau voru þarna inni. Ein með sykurpúða og ekkert að gera. Sumir borðuðu hann strax, voru bara ánægð, bara sátt, fengu sykurpúða og héldu bara áfram, voru ekkert að pæla í því sem átti eftir að gera seinna. Sumir áttu rosalega erfitt með þessi, fóru á sleikjan og fóru bara svona borða innan úr honum, þannig að það sæist ekki hvort að þau væru búin að fá sér sykurpúða ekki. Og sumir létu bara alveg til hliðar og fóru að gera eitthvað annað. Bara ég ætla að geyma þetta, því ef ég get geymt þetta þá get ég nægja að því ég ætla að geyma það sem er gott núna af því það geti gagnast seinna. Það er betra. Þannig að þau tók hann og svo var rannsóknin búin þarna og þeir héldu áfram og hittu þessa krakka 15-20 árum seinna og fóru að skoða hvernig þeim hafi vegnað í lífinu. Og þau tóku hópinn sem að borðaði sykurpúðan og þá sem borðaði hann ekki. Og þeir sem borðuðu ekki sykurpúðan þegar voru 4 ára voru öll í námi eða vinnu, áttu góð samskipti við fjölskyldu og voru að sínu mati og annarra í kringum þeirra hamingjusöm og ánægð. Þeir sem að borðuðu sykurpúðan strax og gátu ekki beðið eftir verðlaunum eða einhverju góðu, það sumum gekk vel, það var ekki þannig, en þau voru líklegri að hafa farið út á brautin einhvers staðar. Eiga erfitt með samskiptum við aðra, fjölskyldu og vini, eiga erfitt með vinnu eða nám. Það var ekkert endilega að þau áttu það, en það var líklegra en fyrir hinna. Og þetta er svolítið magnað að það sem maður skoðar, það sem maður er að gera eitthvað núna, gerir eitthvað erfitt í dag þegar geti gagnast þig seinna. Og maður hefur það alltaf í huga. Það eru 2 hlutir sem eru mikilvægur. Það er vandamál með það það er hlutir sem þið og tækni kemur inn í það að því leiti að hún þvælist stundum fyrir okkur, tæknin. Hún hjálpar okkur í mörgu og getur verið frábær, en hún þvælist líka fyrir okkur stundum. Því að hlutir sem eru virkilega mikilvægir og skipta miklu máli, eins og færni í einhverju, að geta gert eitthvað, hvort það séu íþróttir eða tónlist eða einhver hæfni eða færni sem maður vill gera, æfa sig, það tekur langan tíma. Og maður þarf að vera lélegur í því oft. Þess vegna vildi ég koma hingað og æfa mig í því að halda ræðu fyrir ykkur, jafnvel þó ég verði lélegur í því. Því að þá læri ég að því og verð betri næst. Í versta falli, ef ég er mjög lélegur, þá verður allavega ekki hringt í mig aftur og ég beðið að koma. En ég væri glaður að gera það fyrir ykkur. En það sem er annað með það er að hitt þær færni sem er ein og ef við skoðum til dæmis bara snillinga og fólk heldur oft að hann er svo góður í þessu, þetta er svo einfalt, þetta er svo auðvelt. Eða við sjáum einhverja tónlistamenn, já hann fæddist svona. Eða þetta er svo rosalega einfalt fyrir þennan. Hrefna getur spilað á gítar, hún fæddist svoleiðis. Ég hef reynda að vilja sjá pappina stýra dansi. Það hefði verið skemmtilegt. En það sem var að það er ekki auðvelt, maður þarf að hafa fyrir því, maður þarf að vinna fyrir því. Ég skal ná í eitt með þetta í núna. Hérna eru til dæmis, og ég var með þetta bara því ég var að skrifa þessa ræðu áðan og í morgun og svona. Hérna eru drög 1, hérna eru drög 2, hérna eru drög 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, býttu nú við, 10, 11, 12, 13, 14 og þarna 15. Ok, ekki að því að það er auðvelt að koma upp og halda ræðu, heldur að því maður þarf að hafa fyrir því með skoða þessa ræðu við viljið. Og ég hefði gert 25 ef ég hafði tíma til þess, en þessi skrifaði ég hérna frammi áðan. Þá settist ég korter í ákvað að bæta við 15. útgáfunni. Og þetta er 16. útgáfun sem ég er að fara með núna. Þannig að það tekur tíma og það er erfitt. Maður er að æfa íþrótt eða maður er að gera eitthvað eða eins og segi listgreinar eða hvað sem maður ætlar að taka sig fyrir hendur og gera. Það tekur tíma og maður þarf að vera tilbúin að vera lélegur í því. Ef maður er ekki tilbúin að vera lélegur í því, þá mun maður aldrei vera góður í því. Og það er oft sem að verður svo slæmt þegar að maður eldist og fólk hættir að vera tilbúið að vera forvitið, hættir að spyrja spurninga, af því að þeir eldri eiga að vita. Þeir hættir að spyrja.
af því að það er einhvern veginn þannig. Ég sem kennari, ef ég veit ekki eitthvað, því ég oft lendi því þá segir fólk um mig, þú ert ekki kennari, áttu ekki að vita þetta. Sem er einhver versta mýta sem að kennarar hafa komið sér upp og þeir sem einhvers konar viti allt. Og það er nefnilega, og svo er hitt sem eru sambönd. Þannig að það er bæði færni tekur tíma, hún er erfið, og það eru sambönd. Sambönd við vini og sambönd við fjölskyldu sem skipta miklu máli. Allt þetta fólk sem er hér með ykkur í dag, þetta er fólk sem er að gefa tíman sinn, eitthvað sem þau fá aldrei tilbaka, fyrir að vera með ykkur, fyrir að gleðjast með ykkur í dag. Þau eru að gefa það mikilvægasta sem þau eiga, það er tími. Og ég mæli með að þið æfið ykkur í því að vera góð að standa upp og halda ræðu og að þakka fyrir og tala við þetta fólk kannski ef þið ákveða að hafa veislu. Ef ekki, hringið bara í þau eða farið og hittið þau og þakkið þeim fyrir að koma. Æfið ykkur í því, skrifið niður nokkra punkta. Það má vera 30 sekúndur og það má vera lélegt. En hún verður betri þegar þið útskrifast úr 10. bekk. Hún verður betri þegar þið útskrifast úr fjölbrautaskóla eða menntaskóla eða hvað sem þið ætlið ákveða ykkur að gera. Tími er eitt sem ég ætla að tala um. Það var eitt af 10 að tíminu komin yfir hann. Það er gott, hann gleymdi að taka tíman. Besta gjöf sem ég vona vinsalasta gjöfin, fermingagjöfin, ef þið ákveða að gefa fermingagjöf, vinsalasta gjöfin, ég vona að hún verði ekki sími, heldur tími. Ok? Það er flott að þið gefið síma, ekki vera hvað við gaf síma. En það er allt í lagi, sko. En það þarf ekki að vera annarkvort eða. Ok, gefið þið tíma. Ok, þið gefið ykkur tíma. Hver ætlar af hverju að vera í tölvunni ef maður getur verið með fjölunni? Var það ekki einhver setning að stelpum þegar það skömmuðu sig fyrir það? En það var mjög flott. Og þannig að gefið ykkur tíma. Það er annað að í sambandi við tæknina, að því að þetta hér er auðvelt, þetta hér er erfitt að tala við fólk. Að því að sambönd, samskipti, að tala við fólk, að vinna með fólki, það er erfitt. Og það á að vera erfitt, af því að þannig lærir maður. Þannig að talið við fólk, farið og talið við það, notið tæknina. Hversu margir eru háðir tækninni eða símanum sínum? Réttu pöndu. Ok, wow. Nokkrir, ok? Nokkrir fremst líka. Þess að eru háðir símanum sínum. Hvort sem þið eru það eða ekki. Ok, þá ætla ég að biðja ykkur um eitt. Ef þið teljið ykkur vera háð símanum ykkar eða ef þið teljið ykkur ekki vera háð, ég er ekki háður síman, prófa að slökkva á honum í viku. Ok, sjáu hvað gerist. Sjáu hvað gerist ef þið getið slökkt á símanum í viku eða slökkt á netinu í símanum. Wi-Fi 4G, slökku á því. Sjáu hvort þið getið það, sjáu hvað breytist í pínu stund. Tækin eru frábær, ég vinn við tækni en þau eru frábær verkfæri. Þegar þið fattið að tæknin getur nýst ykkur sem verkfæri til að hjálpa ykkur í námi eða leik eða finna upplýsingar eða hafa einföld samskipti, ekki flókin, því að hafa flókin samskipti saman og hittast. Þegar þið fattið að tæknin getur hjálpað ykkur og er verkfæri til þess að búa til eitthvað, til að forrita, til þess að búa til myndbönd, til þess að semja tónlist, til þess að hafa samskipti við fólk sem er ekki hér, þá eru þið að nota það rétt. En að lokum, það sem ég hvet ykkur til að gera, krakkar, er að horfa langt. Horfið langt. Horfið til framtíðar. Hugsuðu humarinn og hvernig hann stækkar. Hann líður illa, það er óþægilegt, það er eitthvað erfitt. Ég er að fara að halda ræðu. 5, 4, 3, 2, 1. Komið í sæl. Velkomin í fermingunum mína. Í veisluna. Þakkið fyrir. Gerið hluti sem er erfitt og það verður betra næst. Þið lærið það allavega af því. Það er það versta sem getur gerst. Er að þið lærið af því. Og það er ekki svo slæmt. Það eru sykurpúðar. Hugsiði sykurpúðana í ykkar lífi sem eru allstaðar og hugsiði, ég ætla að geyma þetta, ég ætla að geyma þennan sykurpúða af því að ég ætla að gera þetta. Það er ástæðan fyrir þið farið í nám, af því ég ætla að gera eitthvað í dag eða sleppa því að gera eitthvað í dag til þess að því ég ætla að gera eitthvað á morgun. Eða ég ætla að gera eitthvað eftir 10 ár. Ég ætla að lesa þessa bók núna, ég veit ekki hvort hún gagnast mér, hún gæti gagnast mér. Ég ætla að fara á æfingu, ég ætla að fara að æfa mig núna, ég ætla að fara að gera hitt og þetta, af því að ég veit að það gæti gagnast mér í framtíðinni. Þannig að horfið lengra heldur bara dagurinn í dag eða dagurinn á morgun.
Spariði pening sem þið eignist, ekki eyða peningu sem þið eigið ekki. Ok, æfið ykkur, stækkið ramman sem þið búið inn í bara og reynið að efla ykkur þannig. Þið skulið nýta tíman vel, hugsa lengra en dagurinn á morgun og þá vona ég að þið frábæra framtíð. En takk fyrir kærlega að fá að vera með ykkur í dag. Takk fyrir.